Það oft sagt að gögn séu nýja ólían, en málið þau geta líka verið ansi sprengifimm. Í dag staðan oft sú að stærsta eign fyrirtækja leið þeirra allra stærsta áhælda. Að ná tökum á þessari tversögn eiginlega lykillinn að því að lifa af og dafna í nútíma umhverfi. Og þá komum við að þessari stóru spurningu sem allir stjórnendur eru að velta fyrir sér þessa dagana. Eru gögnin okkar raunveruleg eign sem knýr áfram vöxt, eða eru það kannski orðina byrði sem skapar blindsvæði og óvænta áhættu? Vandamálið nefnilega þetta. Gögnin eru bara út allt. Þau eru dreifð inn ýmsu ský, í óteljandi öppum og á tækjum starfsfólks. Og þessi sundrung, hún skapar virkilega hættulegan skort á yfirsýn. Svo rétt við heldum að þetta væri nógu flókið, þá bætist við algjör sprenging í gervigreind og sífellt flóknari reglugerðir. Þetta satt að segja uppskrift af vandræðum. Jæja, en hvað þá til ráða? Hér kemur Microsoft Purview inn í myndina. Og það mikilvægt að hugsa þetta ekki bara sem eitthvað eitt tól, heldur frekar sem heildstæðan stjórnvöldu. Vettvang sem gefur yfirsýn og stjórn yfir öll gögn, alveg sama hvar þau eru. Hvort sem þau eru í kerfum, í skýinu eða notuð gervigreind. Allt í lagi, þá planið svona. Við byrjum á að skoða þessar áskoranir aðeins betur, kynnum svo Purview til sögunar og köfum svo ofan í 3 meginstoðir lausnarinnar. Gagnastjórnun, gagnaöryggi og áhættustýringu og í lokin tengjum við þetta allt saman við gervigreindina. Jæja, þá skulum við byrja. Fyrsta stoðin, gagnastjórnun. Og hvað þýðir það? Jú, í grunninn snýst þetta að fá loksins þessa blessuðu yfirsýn og geta stjórna gögnunum kerfisbundið. Ok, kjarninn í Purview eru þessar 3 stóðir sem vinna saman. Í fyrsta lagi að stjórna gögnunum, í öðru lagi að verða þau og í þriðja lagi að sjá til þess að við uppfyllum allar reglur. Svo undir hverju þessari stóð finnum við svo öll verkfærin, til dæmis Data Map til að kortleggja, Information Protection til að vernda og IT-discovery fyrir lagalegar kröfur. Allt samtvinnað. Nú skulum við skoða 2 alger lykil hugtök. Annars vegar það Data Map. Hugsum það sem grunninn. Það skannar allt gagnalandslagið og safnar lýsugögnum til að sýna nákvæmlega hvað til og hvar það statt. Svo það Unified Catalog. Það í bókasafnið okkar. Leitanlegur vörulisti þar sem hægt að skipuleggja gögn, stýra gæðum og veita aðgang. Allt í lagi. Þetta hljómar vel í teóriunni, en hvernig virkar þetta í alvörunni? Sko, ferlið frekar einfalt í grunninn. Það byrjar á að útluta réttum hlutverkum. Svo Data Map nota til að skanna allt saman, því næst gögnin skipulögð í Unified Catalog, tengt við viðskiptahugtök og markmið og að lokum farið að bæta gæðin til að tryggja að allt sé í lagi. Ok, við komið með yfirsýn. Við búin að skipuleggja. Hvað næst? Jú, það auðvitað að verna gögnin. Þetta önnur stóðin í Purview og hún snýst að tryggja öryggi gögna í gegnum allan þeirra lífsferil, sama hvar þau eru eða hvert þau fara. Og til þess 3 aðallausnir. Svo fyrsta Information Protection. Hún hjálpar okkur að finna, merkja og svo auðvitað vernda viðkvæm gögn. Næst það Data Loss Prevention eða DLP sem kemur í veg fyrir óheimila delingu. Og svo það Insider Risk Management sem notar vélanám til að koma auga á og bregðast við innri áhættu. Og hér við komin á algjörum lykilþætti, svo köllum sensitivity labels eða viðkvæmna merkingum. Þetta eiginlega algjör undirstað fyrir allar gagnavernd. Þessar merkingar gefa ekki bara yfirsýn, þær geta líka framkvæmt aðgerðir sjálfkrafa eins og dulkóðun, aðgangstakmarkanir og alls konar sjónrænar merkingar. Svo það DLP eða Data Loss Prevention. Þetta að virka vörnin okkar. Hún passar upp á að viðkvæm gögn leki ekki út, hvort sem það óvart eða viljandi. Og það sem flott við þetta að það reynd að finna jafnvægi milli öryggis og þess að starfsfólk geti unnið sína vinnu. Jæja, nú við búin að kortleggja og vernda. Við þá komin í höfn? Nei, ekki alveg. Þriðja og síðasta stóðin ekki síður mikilvæg. Hún snýst áhættustýringu og að fylgja reglum. Hér við að takast á við allar þessar flóknu, lagalegu kröfur og reglugerðir. Og Purview kemur með heilan pakka af lausnum fyrir þetta. Það til dæmis stjórnun á lífsferli gagna, sérsæfð skjalastjórnun, IT-discovery fyrir rafræna sönunargagnaleit, endurskoðun og líka eftirlit með samskiptum til að tryggja að farið sé að lögum og reglum. Hér líka mikilvægt að átta sig á smá blæbrigða mun.
Annars vegar það stjórnun á lífsferli gagna almennt. Það snýst að sjálfvirknivæða hvenær gögnum eytt eða þau geymt til að minnka árásarflötin. En svo það skjalastjórnun sem miklu sértækara. Það snýst lagalegu og viðskiptakrítisk skjöl sem þarf að geyma á óbreytanlegu formi. Og svo, ef að kemur til lagalegra rannsóknar, þá e-discovery algjörlega ómissandi. Þetta verkfæri sem gefur okkur heildstætt ferli til að varðveita, safna, greina og flytja út gögn sem einfaldar alla þá vinnu gríðarlega, bæði fyrir innri og ytri rannsóknir. Allt í lagi. Nú skulum við tengja þetta allt saman með það sem allir að tala gervigreind. Hvernig í ósköpunum tryggjum við öryggi og stjórn á þessum nýja tímum skapandi gervigreindar? Og þessi tilvitnun hérna, hún hittir naglan á höfuðið. Gervigreindarbyltingin á ógnarhraða. Þetta ekki bara eitthvað nýtt tól. Þetta algjör umbylting. Og ef við erum ekki með stjórn á gögnunum okkar áður en við sleppum þessum krafti lausum, þá erum við í vondumálum. Og það einmitt hér sem Purview sannar gildi sitt. Hugsum það. Viðkvæmni merkingarnar sem við töluðum þær passa upp á að gervigreindin fái ekki aðganga gögnum sem hún á ekki að sjá. DLP-reglurnar, þær geta varað við eða jafnvel stoppa fólk sem að reyna að deila viðkvæmum gögnum með gervigreind og svo það endurskoðunarskrárnar sem fanga öll samskiptin. Og þetta líka mikilvægur punktur. Þetta snýst ekki bara Microsoft-lausnir. Nei, Purview hannað til að virka þvert á kerfi. Hvort sem það Microsoft Copilot, fyrirtækjaútgáfan af ChatGPT eða jafnvel Google Gemini. Markmiðið að veita stjórn yfir öllu þessu landslagi. Svo það þetta. Allir þessi regluvörslumöguleikar eins og e-discovery og eftirlit með samskiptum þeir virka líka á efni sem gervigreindin býr til. Það þýðir að við getum fylgst með og rannsakað öll samskiptin, bæði spurningarna sem lögða fyrir gervigreindina og svörin sem hún gefur. Ok, tökum þetta saman. Hver þá heildar áravinningurinn af því að nota Purview? Í hnotskurn þá þetta sameinaður vettvangur sem einfaldar allt, dregur úr flekkjustigi og lokar götum í innviðunum. Það bætir rekstrarhagkvæmni, notar gervigreind til að minnka handavinnu og síðast en ekki síst eykur gagnsæi yfir allt umhverfið. Þannig að ef við drögum þetta saman í eina setningu, þá hún þessi. Microsoft Purview hjálpar fyrirtækjum að breyta gögnum úr því að vera hugsanlega áhætta yfir í að vera verndað, velstýrt og raunverulegt stefnumarkandi forskot. Og þá það bara ein spurning sem stendur eftir. Spurning sem hvert einasta fyrirtæki ætti að vera að spyrja sig núna. Gagnastefnan okkar virkilega tilbúin fyrir þessa nýju gervigreindaröld?